Performancing fyrir Firefox mjög öflug viðbót við Firefox vafran sem einfaldar bloggur lífið með því að gera þeim kleift að skrá færslur á nokkur helstu bloggkerfin sem í notkun án innskráningar og án þess að yfirgefa nokkur tíman vefskoðarann. Performancing vinnur á Firefox 1.5 og nýrri útgáfur. Nú við skulum stækka færsluna hérna og lesa hana alla. Eða fara svona aðeins yfir þetta. Performancing for Firefox ágætt dæmi það miklu grósku sem svo einkennandi fyrir opin hugbúnað því að þar eru framlög notenda svo vel þegin og þau eru mikilvægur þáttur í hönnun og framþróun hugbúnaðarlausnanna og performancing einungis eina fjölmörgum áhugaverðum viðbótum sem að virkilega skemmtilegt að kynna sér nánar og það hægt að gera með að smella hérna á þessa grækju hér og fara þá beint á vef Firefox en það sem við ætlum kannski að gera núna að skoða aðeins betur performancing og við getum farið á vef útgefandans beint með að smella hér á þessa grækju. Nú performancing for Firefox ókeypis viðbót sem að sjálfsögðu hið besta mál. Nú hér á vef útgefanda einfalt að sækja þessa viðbót með því að smella einfaldlega á hnappinn hérna Install Performancing for Firefox Now og þegar ég geri það þá opna Firefox glugga þar sem að ég get sett upp þessa viðbót með því að smella á einn hnapp það að segja Install Now hnappinn hér. Ég ætla ekki að gera það akkurat núna þar sem ég hef þegar sett upp þessa viðbót. Varandi uppsetninguna þá þarf maður stundum að hafa í huga að Firefox blokkar svo kallega pop-up glugga og þá myndi byrtast gul lína hérna uppi sem maður þarf að smella á til þess að halda áfram en þessi uppsetning, þar að segja uppsetningin á Performancing for Firefox mjög þægileg og leiðir mann alveg í gegnum það ferli þannig að ég smelli hérna bara á cancel núna. Nú eftir að búið að setja upp þessa viðbót þá þarf að loka Firefox en hún verður virk þegar maður endurræsir forritið. Nú skoðum hérna vef hérna aðeins nánar, hérna farið í gegnum uppsetninguna. Nú þegar að Performancing for Firefox hefur verið sett upp þá hægt að virkja forritið með því að smella á F8 hnappinn á lyklaborðinu eða þennan litla hnapp hér og ef að ég sem sagt ætla að blogga þessa síðu þá smelli ég einfallega á hnappinn hérna Performancing for Firefox og þá birtist ritillinn. Nú ég get skráð inn titil á færslu og hér get ég skráð inn hvaða texta sem þannig að það bara einfalt að blogga hérna beint úr Firefox vefsíðu sem maður að skoða hérna í Firefox og það má stækka og minnka svæði sem að ritillinn tekur. Það hægt að skilgreina blogg, þetta bæta við bloggum hérna og þá get ég valið hvaða kerfi að ræða þetta blogg sem ég með á blogger.com, wordpress.com þar að segja hýstabloggi hjá WordPress, Typepad þjónustuna, LiveJournal eða þá WordPress Custom sem sagt þá það eitthvað WordPress blogg sem að ég hef bara eða einhverju sett upp sjálfur eins og í þessu tilfelli bloggi mitt, Movable Type Custom. Sjálfsögðu mörg fleiri bloggkerfi til en þetta eru þau sem eru studd í Performancing for Firefox. Þannig að þetta það sem ef við erum að nota eitthvað af þessum bloggkerfum þá getum við nýtt okkur þessa viðbót. Og þetta alveg sérstaklega skemmtileg viðbót og einföld í notkun og við getum notað hana, ég búinn að setja hana hér upp til þess að nota með WordPress og ég get að séð til að mynda flokkana sem ég hef skilgreint í WordPress þannig að ég get skilgreint flokk með bloggfærslunni og ég get skoðað eldri færslur og smellt á eldri færslu til þess að laga einhverja stafsetningavillu eða breytin eitthvað og ég get skoðað að sjálfsögðu kóðan á bakvið færsluna, það eru sumir sem kjósa að vinna þannig og live preview væri þá sýnir með þess að færsluna eins og hún birtist á vefnum. Á heildina litið og hægt að mæla með þessari viðbót þannig að hún einfaldar mjög hérna lífmanns þegar maður að blogga. Hún einföld í notkun, þægileg, ókeypis og öflug.
betra verður það nú alltaf.